Já, ég er komin inn í Hagaskóla, en á hverju ári safna krakkarnir eða halda góðgerðardag þar sem þeir safna fyrir einhverju ákveðnu málefni. Í fyrra var það minningarsjóður Einarsdæra, eða Ég á bara eitt líf. Og hérna er ég komin með 4 nemendur úr 10. bekk, Unu, Hrafnar, Þulu og Ara. Af hverju ákveðuð að velja þetta málefni í fyrra, Ég á bara eitt líf? Mér minnir að við höfum fengið einhverja svona kynningu frá einhverju móður sem hafði misst dóttur sína vegna eiturlyfja og það voru alveg mjög margir sem tók þetta til sín. Og það, já. Svo var þetta bara líka mjög mikið í umræðinni og það voru margir að tala um þetta og það var líka bara mjög, herra svona, það voru miklu fleiri sem að létu lífið út af eiturlyfjum á árinu. Hvað söfnuðu þið miklu í fyrra? Við söfnum 2,9 milljónum ef ég man rétt. Vá, það er geggjað. Hérna í Hagaskóla, finnst ykkur þið fá nóg mikla fræðslu vímuefni og hvernig þetta virkar? Já, eða ég veit ekki alveg. Mætti alveg vera meira, Já. Hvernig er þessi fræðsla núna hjá ykkur sem þið fáið? Það er bara náttúrulega reynt að vekja athygli á að þetta sé ekki sniðugt að Ég held að það hafi meira líka verið í félagsmiðstöðunum þar sem að þar eru þau miklu duglegri með að hafa svona fræðslu og eitthvað. Já, og svo fengum við náttúrulega þessa kynningu frá móður stelpu sem að dó úr eiturlyfjum. Það líka. Foreldrar ykkar, eru þau eitthvað að fræða ykkur þetta og tala þetta við ykkur og svona? Já, þau eru mikið í því. Og láta mann vita bara að þetta er ekkert gott fyrir og maður fattar það svo sem alveg. Og já, það er bara að passa upp á hann. Bara frá að maður lítill, Já, láta maður vita að maður ekki að gera þetta og hversu slæmt þetta getur verið fyrir mann, Algjörlega. Vitið þið, ef að einhverjir krakkar myndu vilja ná sér í vímuefni, er það auðvelt að geta reddað sér vímuefni? Auðveldara en fólk heldur, Er það? Já. Það er aðeins of auðvelt. Er þetta út af að maður heyri alltaf eitthvað að þetta sé auðveldar en að panta sér pítsu? Já. Er þetta það? Það er örugglega næstu það sama, bara hringir einhver gæja og hann kemur upp með hittar hann á hlemmi eða eitthvað. Það er endalaust einhverjum Facebook-grúpum og einhverju alls konar dóti bara. Þetta er orðið alltaf normaliserað í bara menningunni og kultúrnum í dag sem ætti alls ekki að vera bara orðið alltaf rótgróin stemning fyrir þessu. Já, bara út að það verður alltaf miklu auðveldara með árunum og samfélagsmiðlum og svona að fá efnin. En finnst ykkur eins og með tónlist og þannig, það er oft verið að syngja vímuefni eða dóp í lögum. Finnst ykkur það eitthvað ýta undir eða í kvikmyndum eða þáttum eða eitthvað sem er að tala um þetta? Ég held að eitthvað lag sé ekki að fara að vera síðasta ákvörðunin, verða fyrir ákvörðunin eða ákveður að taka. Já, það hefur svona, ef maður hlustar á mikið af þessu til lengri tíma og kannski byrjar þetta að setjast inn í hausinn en þú veist, eitt lag. Meira af því Já, og veit maður meira af því. En ég held samt að það sé kannski ekki aðal vandamálið. Alls ekki. Ég held bara að krakkar í dag, svona margir alltaf sé með frekar gagnrýna hugsun á það sem þeir eru að neyta í bara, í tónlist og sjónvarpi og svona, þannig ég held að flesti viti nálega betur, Myndið þið segja að krakkar væri alveg varir um sig og upplýstir þessi efni? Langflest en það eru örugglega til fleiri efni sem við vitum ekkert. Það er svona misjafnt, Aðalega bara grasi eða ekki og svo svona kannski veip Ég held að flestir vita alveg hvað þetta er skaðlegt, en sem samt gera sér ekki grein fyrir hversu mikið. Já, einmitt. Geggjað, takk æðislega. Send þetta bara aftur yfir til ykkar upp í Stúdíó 9.